Sko, ef við förum í, ég ætla bara að opna hérna stólpafanginn, sko, ef við förum út á skjánum hérna líka. Með það minnkar þetta, þá er þetta lítið út þessu síni. Þannig að allir ykkar notendur sem eru að byrja í þessu, þeir byrja bara í sínum síma að fara á vinna.stolpi.is. Og þetta er skrifað í þannig forriti, eða sérst að kóða að þetta getur bæði verið vefsíða fyrir Android eða sérst Apple síma. Þá lukkar það nokkuð með svona og gablar.stolpi. Og þetta er allan aðgangur sem ég er með hérna. Fyrst að förum við í stillingar hérna. Þetta eru hérna í gardinu hérna til hliðar eru þessi 3 valmöguleikar. Það er heim, vinnuskýrslu og stillingar. Og þegar þið opnið appið fyrst, þá erum við að koma hérna heim. Já, eitt sem við gleymum ekki, það er þetta íkon hérna sem þið sjáið. Installa stólpa vistarlausnir. Og þetta kemur aðeins mismunandi stað. Sumum símum eftir hvað browser og eftir hvað síma. Þannig að ef maður er með iPhone og nota Safari, þá munum þetta kemur neðst. Ef maður er nota í Chrome, þá kemur þetta efst. En þetta er þabil alltaf sama táknið, það er eitthvað kassi og ör. Ég held að það sé nokkuð svona sammeilegt. Ef þið smellið á þetta, þá hérna install app og þá smellið bara install hérna. Og þá lukkar þetta þabil svona. En þá er þess komið íkon á síman ykkar. Eins og ég með. Já. Og þið þurfa að skrá okkur inn þar, sérst inn í appið. Það þarf rauninni ekki einu sinni að skrá sig inn. Þegar þið fara á vefsíðuna vinna.stolpi.is, þá getur strax smellt á kassan með örinni. Þá bara verður appið til á símanum. Og þar skráðu ykkur inn. Þannig að það hefur svo sem ekkert upp á sig að vera að skrá sig inn á vefsíðuna. Það er bara, maður fer hann á vinna.stolpi til að sækja appið í rauninni. Næsta, já, ef við förum yfir valmyndina, þá opnast þannig alltaf á heima valmyndinni. Það er þetta að sýna yfirlit yfir þennan starfsmann sem hér er skráður. Og það er alltaf að tengja það saman fyrir að sé það eftir. En hérna sjáum við til þess hvað þú ert búinn að skrá bara í þessari viku. Og við skoðum bara miðvikudaginn. Og þá varstu hérna 9,5 tíma í þessu verkefni og 1 tíma á þessu verkefni. Og við getum bæði verið að horfa hérna á dag eða viku. Þannig að ef ég smelli á okkar daga, þá breytist þetta yfir í dag. Og við erum að skoða hérna mánudaginn 29. Þá er þetta skráður þessu verkefni. Og þetta er bara beintengt við stólpan ykkar, þannig að þetta er alveg speglast algjörlega samtímis. Þegar það er rauður punktur, þá þýðir það að það er ekki búið að staðfesta þessa tíma inn í vinnuskýrslu. Við munum það að reglulega að fara inn í vinnuskýrslur, yfirfæri það sem búið er að skrá og uppfæra það inn í verkbókhaldið. Þegar það er búið að uppfæra inn í verkbókhaldið, þá lítum við þannig á að það er búið að staðfesta tímana, staðfesta skráninguna. Þá breytir þessi punktur í grænan. Þannig að rautt þýðir svona óstaðfesti tími, grænt staðfesti tími. Þegar þetta er rauður punktur, sérst óstaðfesti tími, þá getið bæði eitt skráningu eða breytt skráningu. Með svæpa til hægri eða vinstri. Þegar tíminn er óstaðfestur, já, rauður, þá getur við farið þá getur við breytt tímanum eða eitt. Og ef við förum bara hérna lengra aftur í tíman, hérna förum við inn í viku og hvenær uppfærið síðast? Ég uppfærði eftir síðustu helgi, eða já, ég kláraði útborgunina fyrsta, sem var í gær, þannig að ég var að uppfæra alla tíma á mánudaginn. Já, 18. vikur. Við erum bara ennþá lengra aftur bak.
Hvað ætti að fara núna 27. ágúst? Já. Verkstjórnarskrifstofa. Já, það verður bara komin í sumarfríi, sko. Já. Ok. En þeir sjáu hvernig punkturinn verður græn. Já, og þá ekkert að svæpa, jú, þú getur eitt skráningar. Það er ekki að því hann admin? Nei, þetta á ekki að vera hægt út, þessi tímar eru komnir inn í verkbókaldið. Og reikningsfærðir jafnvel, sko? Já, jafnvel reikningsfærðir. Þannig að alltaf kom ekki villa sannlega eitthvað laus þegar þú reynir að breyta það eða. Já. Minnst að kosti á þetta svæpa ekkert. Prófa að breyta. Hann leyfir það ekki. En að eyða. Það kemur meldingarna neðist. Ekki að þetta eyða skráning eða breyta skráningu sem er komin í verkbókaldið. Nákvæmlega. Ok, þá virkar þetta. Þannig að þetta það sem heitir heima. Vinnuskýrslur þar eru skráningarna sjálfur. Þar var ég svolítið viltur, við þurfum aðeins að fara yfir það. Já, byrjum það bara aðeins á því að venjulegur starfsmaður sér bara sjálfan sig hérna. Þú sem admin getur eins og að skipta starfsmann. Já. Þú ert admin. En venjulegur starfsmaður sem er bara að fara að opna appið sitt, að hann sér bara nafnið sitt. Já. Og enga fleiri. Nú vill hann Þorvaldur hérna, já. Sko núna stillingarna þannig að hún spyr bara verk og dagvinnutíma. Já. En svo sjáum við bara hvaða stillingar þið viljið hafa á þessu. Þegar hún að spyrja verk þá bara getið þið leitað hérna. Eftir hverju? Öllu. Nafni greiðanda, heiti verks eða verknúmer. Það er þetta þrennt sem að þið sjáu hérna, þetta verkefni heitir Tryggagata 13 1048 LED viðgerðir og það er númer 7010. Já. Og við getum hvort sem er leita eftir 7010 eða bara LED. Þannig kom bara nýjustu verknúmerinn greinilega. Já. Og ræður sig í, ef ég leita bara LED þá koma öll verk sem innihalda LED. Já. Ef ég ætla að leita að þannig að segja einn heiti Kjartan. Þá koma allir sem innihald orðið Kjartan. Já. Þannig ég held að sé mjög þannig sé eins einfalt og hægt að leita að verkinu. Já. Og þetta er líka náttúrulega mjög gott að sjá verknúmerið. Því að ef þið eru að nota rafræna innkaupareikninga alla leið, að þegar starfsmenn ykkar fara til þessi í on-running, eða hvað það heitir í dag, að þá ekki að setja sölumann í on-running. Ok, fínt, hérna erum við búin að taka þetta efni fyrir þetta verkefni, skráða þetta verkefni númer 7008. Já. Þegar þið lesið inn reikningin, rafreikningin, og þetta er bókað, og það kemur bókað til þessum 7008. Og ef kerfið ykkar er stillt þannig, þetta er svo mikið notað sem deildanúmer, aðrir notað sem verknúmer. Það þarf að segja stofnunum ykkar, er þetta verknúmer eða er þetta deildanúmer? Að þá setur sjálfkrafa rafreikningin á verk númer 7008. Já. Ég ætla bara að sýna ykkur þetta snöggvast hérna, að við förum við rafræna innkaupareikningina hérna hjá okkur. Við erum alfarið, reynum að keyra alfarið á verknúmerum. Já. Þannig að starfsmenninni fara í heildagslanir að versla. Já. Þá eiga að gefa upp verknúmer. Já. Og ef við opnum nú bara eitthvað hérna reikningina þá pakku. Þá er 6997. Kemur hér innri tilvísun. Já, sko þetta tilvísin skeitis. Já. Þetta það sem sölumaðurinn hjá Fagkaup getur sett. Hann hefur sett þetta á 2 staði. Það tilvísin sem heitir hérna. Það er alls konar tilvísanir sem fylgja rafreikningum. Það eitt af því fallega við rafreikninga og þetta er bara fjölga í framtíðinni. Þannig að hann setur þetta hérna á 6997 og ef að kerfið er stillt hjá ykkur hérna, hvað er í þessu svæði? Þegar við fáum rafreikning
og það þetta ákveðið svæði sem heitir óstöðuleg bókunartilvísun, sem hann sé frjáls bókunartilvísun. Þú getur sett bílnúmer, þú getur sett mælanúmer og hitaveitunúmeri eða whatever, eða verknúmer. En þarna segir við stólpa, heyrðu, ef það eitthvað skráð í þetta svæði, þá þetta verknúmer. Og þá tengir stólpið sjálfkrafa við verk sem hefur sama númer. Og ef þetta klikkar, sem í minni reynslu að þá klikka sölumenn á þessu út, því það svo mörg svæði sem getur sett í. Og við erum náttúrulega ekki að skoða öll svæðin, við erum bara að skoða ákveðið svæði sem heitir frjálst bókun. Að þá parast þetta sjálfkrafa, en ef mann klikka ýmissu eða setja vaff, bandstrygg, svo númerið, þá getur stólpið ekki lesið það. Það verður bara hreint númer. Hreint númer. Er þá verra að það standi 6997 bandstrygg HS veitur? Já. En sko það innri tilvísun ykkar. Það er kannski eitthvað sem haldráður bætt við. Já. Það þetta hérna sem kemur með reikningnum. Þetta ytri tilvísun. Innri tilvísun bara það sem þið notið innum að sjá ykkur. Og hérna sýnst mér að þetta hafa bara verið gert rétt. Þetta sett í bókunartilvísun 6997. Hann líka sett þetta sem pöntun. Gagnast ekki neitt, en skaðar heldur ekki neitt. Svo eins og bara með Ískraft, þeir eru með, þessar heildverslanir, þeir eru með vefverslun og við sláum inn, það eitthvað reitur það þegar við gerum netpöntun hjá þeim, að skrá verknúmerið. Svo eins og Ískraft, þá kemur þetta í einhverju e-mail-formi til sölumannsins og hann þarf að handfæra þetta inn í kerfið hjá sér og þeir sleppa bara oft verknúmerinu, þó í okkar viðmóti þá bara stjörnumert og verður að setja skýringu vegna hvað verk þetta Og bara það sýnir hvernig sölukerfinu ykkar. Svona svolítið brotalega á því hvernig þessar tengingar eru sko. Þegar nú ég að fara yfir það hvernig þið segir við sölumann hjá Pakkaup að setja eitthvað tilvísun inn á sölureikningi sem þeir að senda ykkur. Nákvæmlega eins hjá ykkur að nú veit ég ekki hvort þið segja eitthvað sem þið kunnið mjög vel. Endilega, bara koma að því. Hérna þetta rafrættareikningur. Og þegar það rafrættareikningur, þá kemur þetta bóksið niðri. Hvar? Hérna neðri. Já. Þetta svæðið sem við erum að vilja að sölumenn, hérna getið þið sett eitthvað, þannig ef að Hafnarfjarðarbær segir, setið þetta á verknúmer eitthvað, og þá getið þið bara skráð það inn. Til dæmis Hafnarfjarðarbær, þeir eru með sín verknúmerakerfi. Og þetta náttúrulega alveg geggjaðar viðbúta fítus í rafrættareikningum að það sé alls konar tilvísanir. Eina sem flókið í þessum blöfnum tilvísunum, það eru svo marga tegundar tilvísunum. Og þess vegna hefur við í stólpa verið að nota þetta eina svæði sem okkur finnst raunverulega skipta máli og það þessi frjálsa tilvísun. Þegar það til því til eitthvað 200 tilvísanir, mismunandi tilvísanir. Og þetta bara orðið frumskógur og staðan fyrir að eltast við frumskóginn, þá þannig að ég bara nota þetta eina svæði sem heitir frjáls bókun. Hérna kemur okkar verknúmer á þessu verki. Og ef að þetta væri, þeir eru með einhverja deild sem heitir 5711. Það stendur þarna neðst til vinstri, athugasemdareikning, verk 5711. Þannig að ef við myndum setja þetta hér, þá myndi þetta sjálfkrafa fara inn í eitthvað hjá þeim. Já, nákvæmlega. En það eru mörg verk undir þessu hjá þeim. Já, það svo bara, þetta algjörlega snarkvæmtari hjá þeim. Hvað vilja það fá? En við myndum kannski einfalda þetta með því að fyrir þá, ef þetta númer færi Inga. Já, ef þeir að nota svona vinnubröð. Þetta eiginlega undir þeim komið, þeir með eitthvað skipulag, hvað á að standa á reikningi og hvað á að bóka það. Og við munum seinna á næsta ári, þá förum við í nýri staðal. Þetta náttúrulega í þessum heimi, þetta staðalað samskipti. Akkurat. Það komið núna nýr staðal sem flóknari og býður upp á meira. Og þá mun þessum svæðum fjölga. Þá mun sem allir 200 tilvísanir opnast. Þannig að þeir vilja eitthvað sem heitir, eitthvað sérstöku tilvísun, þá finnum við bara lista hérna. Staðan fyrir þarna sjáum við eitthvað alfa tilvísunarsvæðir. Þá bara kemur listi hvaða tilvísun viltu nota.
Þetta bara þetta fallega við rafræna reikninga að þeir bjóða upp þetta. Leið og greiðst sendingamáti er tölvupóstur eða pappír þá dettur þetta svæði út. Og það náttúrulega fylgir ekkert með því. En hérna, í hvaða skrefi ef við opnar aftur það sem varst með reikningin, grunum, þarna þarf að handskráða þetta inn eða er þetta að binda það við þetta verk? Það bara að gera einu sinni eða í hvers sinn sem að gera reikningur, handskráða inn? Þetta þarf að gera í hvert skipti. Já. Það er hægt að festa þetta á skuldanutin en ekki verkið. Það á ekki við í þessu tíma, af því hann með svo mörg. Það hérna á skuldanutum að fyrir inn skoðum á alveg skuldanut. Þá eitthvað staðar hérna, já. Þá ef maður, þessi vístum er með fasta tilvísun, þá þetta skráð það hérna, þá fer það sjálfkrafa á reikningin. En það þá bara tengt, já, við greiðum bara ekki verkið. Það er bara eins og hjá okkur. Við erum með svo mörg verknúmer, ískraft gæti aldrei fest eitthvað númer. Nei. Ok. Aftur þá að appinu. Og það er það sem kannski við byrjum á þessu samtali bara það að þú fyrir að leita verkjum og þá sérðu verknúmerið. Þannig að ef að starfsmenn einhver er með appið þá er mjög auðveldara að vita verknúmerið. Já. Það hefur verið vandamál hjá þeim sem áður hægt að koma að þegar menn voru að reyna að nýta sér þetta í rafrænum innkaupreikningum að setja verknúmerin að starfsmenn auðvitað vissu ekkert endilega öll verknúmer. Þetta rugluðust og reyna að muna. Það er bara að gerast hjá okkur en við náttúrulega prentum út verkbeini sem að en svo kannski bætast starfsmenn í verkið til að koma til aðstoðar, kannski bara í hálfan dag eða einn dag eða eitthvað. Og svo þegar þeir eru að skila tímanum á föstudögum, þá ég var að aðstoða Jakob daginn, hvaða verknúmer var það? Já, einmitt. Þarna gæti mögulega hjálpað svo. En ef við setjum bara eitthvað skráningu inn, bara svona á þannig, kannski byrjum að fara yfir stillingar og ég veit ekki hvaða stillingar þið viljið. Ok, byrjum á því. Þá þetta auðvitað bara í admin-aðgangnum. Já. Það fyrsta sem það að gera hérna er að sko eins og þú heitir í skýjaheiminum, heitir þú gaflarar.siggi og þú gaflarar.valdi. Það þarf að tengja það við starfsmannaskrána ykkar. Þið eru með nafnalista hérna yfir alla starfsmenn. Já. Og við auðvitað viljum tengja það við sko, réttan starfsmann. Þannig að hér í þessu dæmi er verið að tengja notandan, þetta er eitthvað stólpaaðgangur, en eins og þetta ætti verið hjá þér og það var gaflarar.valdi. Já. Það er tengt þessum starfsmanni. Já. Og maður velur þetta og admin getur stýrt þessu. Já. Þannig að þegar þið segja okkur að opna nýja aðgang fyrir Jón, og þá fær hann bara tölvupóst og hann er kominn inn, en þú þarft að fara hérna inn og tengja það. Hver er gaflarar.jón? Ég er búinn að tengja mig núna. Já. Settu Bjarni, veldu Bjarna úr listanum. Bjarni Freyr. Þá er ég að segja það alltaf þegar þessi aðgangur lokar sig inn, gaflarar.jón. Þá er hann að skrá Bjarna Freyr. Já, en er ekki til gaflarar.bjarni? Jú. Hann er ekki virkur ennþá. Nei. Þetta eru þeir aðgangur sem eru virkir núna í appinu. Já. Sýst eins og áðan, þú ert ekki virkur í appinu og þá þarfst ég bara að hægra smella og segja bara tengja þig við. Já, ég skil. Þannig að þegar þið farið í þetta þá bara segið þið þetta hvaða gömlu aðgangur eiga að vera virkir í þessu og hvaða almennir starfsmenn eiga að fá aðgang sem að hafa hingað til aldrei opna stólpa kannski en verður bara þá við símanum sínum. Ég finn ekki þetta logo í Safari hjá mér að vista niður. Það er ekki staðar annað, það er bara aldrei. Þetta gerir náttúrulega bara einu sinni. Já. Það er bara að segja hvað notendaaðgangurinn heitir, tengja við hvað starfsmaður hjá starfsmannalistanum er pörinn. Þannig að þetta gerist bara við hvert skipti sem maður notaði gerði við fyrst skipti. Myndi ég þá vera að... Má ég leita?
Það sé ég hérna sér. Hvað tegunda síma er þetta annars? iPhone. Add to home screen hérna kemur. Já. Það er undir sér glugganum. Já, og þú getur þannig sem breytt nafninu á þessu, en hérna setjum bara stólpi og þá er það komið hérna. Já, ok. En þetta er pínu eltingarleikur með mismunandi viðmót, síma og add to home screen heitir það. En við förum yfir valmöguleikana. Sumir skrá allt í dagvinnu. Ekki vil. Og þá vilja ekkert sjá yfirvinnu eða helgidaga. Og þá getur maður bara falið það. Þannig ef þið að skrá yfirvinnu og helgidaga, þá viljum við sjá það í skráningunni. Þannig að leið og segir ég að fara að skrá tímaátaverk, þá koma öll þessi 3 svæði. Dagvinna, yfirvinna, helgidagar. Eins með verkþátt og verklið. Sumir ekkert að nota verkþátt og verklið. Kerfið hins að krefst alltaf að sé eitthvað skráð. En staðan fyrir að láta menn alltaf vera að skrá eitthvað sem þeir ekki að nota, þá bara felum við það, en veljum hvaða verkþátt kemur í sjálfkrafa inn. Þetta er þannig að við þekkið í vinnuskýrslunum notið verkþátt og verklið. Við sjálf sem notum það, en við gerum ekkert við það. Já, nákvæmlega. Þannig ef að starfsmenn almennt eiga ekkert að vera að skráa þetta og þið ekkert að gera neitt við það og þá viljið ekki vera að þreyta starfsmenn á því að fylla þetta út í hvert skipti. Þá kemur bara sjálfkrafa, ef ég segi hérna félagverkþátt, eða ef hann ekki hérna, þá er þetta bara farin að velja. En leiði ég segi hérna já, þá þarf að velja hvaða verkþátt ég ætla að hafa sem kemur sjálfkrafa inn á skráningunni. Það þá vinna, efni og akstur. Já, og núna erum við að segja bara að þetta er falið, starfsmann þarf ekki að skrá þetta. Alla skráningar hans kemur bara með verkþáttinn inn. Eins með verklið, hann er falinn og bara rafmagnsvinna eða eitthvað. En þegar menn skrá veikindi, þá þurfa þeir að koma þarna inn og því við erum með það þarna inni. Já. En í sjálfu sér sko... Þá skráðu sem vantilega bara veikindi eða ekki? Jú. Við höfum alltaf verið að eltast við það, en við gerum ekkert við það ekki. Nei, því við erum með þetta á sér verknúmeri, sko. Þannig að það má bara sleppa þessu, sko. Já. Svo er þetta hérna, að þegar menn skrá vinnuna sína, skrá 5 tíma eða eitthvað, að þá er athugasemdasvæði. Akkurat. Og þá spyrum, er nauðsynlegt að skrá athugasemd? Sem ég myndi segja já, þú ættir alltaf að segja eitthvað hvað þú ert að gera. Að þá er bara að haka við það, já, það er nauðsynlegt að skrá. Getur þú skráð akstur, já eða nei, og það er merkt hérna já eða því og þá er búið að tengja 2 vörunúmer ykkar. Þetta er svona sem við gert inn í janúar. Að þá hefur þarna, þegar starfsmaður skráir akstur, þá þannig að velja milli, er hann akstur án vask eða akstur Grímsnes. Þið geta bætt við fleiri vörur auðvitað. Já, með glugganum fyrir ofan tengja... Já, ef þeir eru með 10 vörunúmer yfir mismunandi akstur, sem það væri náttúrulega sennilega fullflókið, að þá bara tengið öll þessi 10 vörunúmer inn og þá þarf starfsmaður að velja úr einu af 10. Ég er að nota þennan akstur. Já, við erum bara með 8. En auðvitað, ég minna það er bara stundum er þetta... En eftir því sem skráningarna verða því meira þetta verður að leiða því. Það er mannlegi þátturinn er bara þannig að keep it simple, stupid. Og svo þarf að smella hérna vista breytingar til að þetta hérna verði virt. Og þá fyrir við bara eins og einn venjulegur starfsmaður myndi gera að það er bara hann fer hérna í vinnuskýrslur. Hann sér ekkert stillingardæmi náttúrulega. Hann velur verkið og nú er ég skráð fyrir þig þannig að... Já, þá þurfum við 2. október og... Já, það var akkurat þetta sem ég rak mig á. Já, það er meira fyrir neðan, já, ég skil. Já, hún sýnir ekki listan allan. Nei. Þarna myndur þú bara segja bara verkstjórn.
og þá myndir þú bara leita verkstjórnina. Já. Eða númerið 730. Já. Og bara læra það. Læra það. Og þá þessi plústaki hérna, hvað viltu skrá? Já. Þegar hérna eru tímaskráningar, hérna efni. Já. Og nótabenni, efnið, þið viljum alltaf að 99% efninu eitthvað komi sem rafræn innkaupareikningar. Og þaðan ferðir yfir á verki. Þannig að efnið sem að starfsmenn að skrá í símanum Eitthvað sem þið taka úr bílnum eða verkstæðinu. Nákvæmlega, það eitthvað úr ykkar vörunúmer og þú veist að hugmyndin hjá okkur að þegar þið að fara niður í Fagkaup og kaupa alls konar, þið vilja ekki drekkja vöruskrána ykkar, sem ég held að þessi búin að gera reyndar. Hvað, 40.000 vörunúmer eða eitthvað. Og notið sannlega bara 5.000 eða eitthvað, eða fari. Og það að koma núna í næstu útgáfu hjá okkur, það er komið að það er að velja hvaða vörur eru sýnilegar hérna. Já, sýnilega. Já. Já. Það er komið hak í stoppan sem að þú segir hvaða vörur eru sýnilegar. Já. En appið er ekki að spyrja því ennþá. Það kemur í næstu útgáfu appsins. Já. Í dag, dag bara koma allar vörur, en næstu útgáfu þá spyr hún, þetta hak? Ég sýni bara þær vörur sem með hakað við í vöðslu. Þá getum við sett það sem við viljum til dæmis afgaflara listanum sem sýnilegan í appinu. Fyrir það kerfið lagst. Þú slá inn. Já, bara GAFL. GAFL með litlum. Káll. GAFL. GAFL. Svona. Halldóra einmitt spyr mig, þú veist, þegar ég að kaupa eitthvað sem ekki til, vilt að ég stofna þetta eða skrá þetta bara og stofna það á verkið? Já. En hérna á hverju einni vöru vefbúð. Þetta líka notað fyrir þá sem með vefverslun og vefsíðu. En þetta, ykkar til þetta þetta sýnilegt í appinu. Okay. Og það verður komið eftir bara, ég veit ekki hvenær, ég held að það sé tilbúið en það eftir að klára nokkur önnur atriði í þessu útgáfu og svo fyrir út. Ykkur þörf eða tilefni til að taka til í þessu og henda út? Það rosalega vinna, ég náttúrulega búin að aðeins að viðraða við á hérna, sko. Já. Ég meina, þú veist, eitthvað... Þú getur fært þetta yfir á önnur verk, en þetta ekki eitt út línunni. Já. Það er ekki að merkja bara alveg. Þú verður bara að horfa eins og þarna blasir við, þú veist, flúrperur og eitthvað sem ekki lengur fáanlegt, sko. Já. Það það sem þetta með að eyða vörunúmerum ekki hægt ef varan hefur verið notuð ekki. Þannig að það sem gert í staðinn til þess að heilindin í kerfinu sé til staðar, að þá allar hreyfingarnar af einhverju ónýttari vöru ferðar yfir á annan númer. Og þá ruslakistunúmer. Þannig að bara það verður eitt númer sem heitir ruslakista eða eitthvað þar og öllu númer sem þið viljið fella niður, þá bara færast hreyfingarnar yfir á það á sagan. En ef þið prentu út gamla reikning sem innihildi þetta gamla vörunum og þá sjáu þið ennþá vörulýsingunni sem fylgdi því og allt það. En þið losniði við hana úr þessar töflu. Það reynda líka komið inn það sem að fela vörunúmer. Það var ekki lengur sýnilegt vörunúmer í sölukerfinu. Við sjáum við getum held að sýna falin. Við sjáum hérna. En í verk. Já, við sjáum það eru 2 vörunúmer greinilega falin. Það eru 25.578 sýnileg. Svo þegar ég sýna falin þá bætir hún við hérna 2. Og ég minnir að sé ekki staðar hérna. Þið þekkið þessa töflu líka, þið getið stillt af hana og allt það. Já, og ég bæti við hérna faladálkina þá hérna sjáum við þessi 2 vörunúmer hérna vantarlega. Það er ekki sýnilega það. Það er vefbúð. Ég ætla að fara hérna í fela, já. Hérna sýnum við þessi 2. Hvað sem þetta óvart eða ekki, ég veit það ekki. Þetta bara pröfuvörunúmer hérna greinlega og 116. En þetta vörunúmer sérstaklega í sölukerfinu. En í verkbókaldinu, þeir eru að skrá efni þar? Nei, ég held ekki. Þetta er nýtt svæði félag, þannig ég held að það sé orðið virt alls staðar að öll kerfi... Við notum sölukerfið ekkert
í að leita að einhverju og setja það inn. Þetta fer allt beint úr verkbókhaldinu því að það er alltaf inn á þetta. En eftir appinu að langoftast maður að skrá vinnu. Já, það sem ég glemdi kannski að nefna aðalatriði þarna með vörurnar, að allt það sem þið takja á rannar reikningar frá frakaup, að vera ekkert að stofna vörunúmer hjá ykkur endalist. Þetta er eitthvað vara sem notið í eitt skiptið eða einu svona ári eða eitthvað. Að það er bara óþarf að vera að skrá það sérstaklega í ykkar birgðakerfi. Að hugmyndin okkar er það að það sem er skráð í birgðakerfinu er vara sem þið er með raunverulega lager og eigið eitthvað magna og fer í hinn og þessi verk. Og þá skrá starfsmenn auðvitað það efni, taka það á lagarnum við ykkur og skrá það inn í sín. En hérna koma það þessi þrjúsvæði, Leður er búinn að segja, ég ætla að skrá vinnu, að þá koma þessi þrjúsvæði hér. Því að við kusum að hafa yfirvinnu á helgidaga sínulega. Menn skráð þá bara sína tíma hérna. Og við skulum bara segja að 2,1 í dagvinnu og við eyðum þessu bara eftir. 3,25 hérna í yfirvinnu og... Ég sé að kemur punktur en þú gerir kommu, skipta ykkur máli? Nei. Það er komma. Það var punktur í því sem kom default 0,0 eða 0.0. Já, þess vegna spyr ég. Já. 1,0 og hérna er athugasemd sem við verðum að skrifa út. Testa undir bara hérna. Og ég get aftur annarkvæmt staðfest hérna og þá er ég bara búinn að klára þessa skráningu. Ég get líka hitt á plúsin og bættið meira áður en ég sendi þetta inn. Bæta þá við hverju? Efni og ekstri. Efni og ekstri, já. Þannig að ef ég vil setja eitthvað efni hérna, þá bara veldu efni og þá bara er allur eitthvað birgðakerfi hérna og þannig getur maður leitað að bæði vörunúmeri og vörulýsingu. En byrju þarna kemur náttúrulega akstur án vask. Já, þarna kom bara allar sem vörunúmer. Já. Það skiptir máli. Af því þetta er í birgðunum. Það skiptir máli hvorum með maður skráir það, ef maður ætlar að skrá akstur á verkið. Já, þarna myndum þá væntanlega sko þessi ímyndu að gera að fela þetta vörunúmer. Þetta á ekkert að vera sýnilegt í appinu sem vörunúmer. Af því þú myndir velja það hérna í... Já, í akstri. Þarna myndir þú leita bara eftir til dæmis 1001 G. Hvað segir G? G, já. Þetta er bara típist gaflara vörunúmer. Já. Rör 16 mm. Og þetta er svona það sem við erum með, það sem að ég mun merkja sem sjáanlegt í appinu, það eru þessi gaflara vörunúmer. Og svo ef við skráum líka akstur, þá bara veldum við tegund akstur og það voru 2 vörunúmer sem við vorum búin að segja. Já. Og við segjum bara akstur Grímsnes hérna. Og þarna kemur kílómetrar er að magn og til stundum verður menn að rukka kílómetragjald og stundum verður bara fyrir aksturinn. Þannig að það er eining valin stykki. Já. Og svo bara staðfestu þið. Og þá er þetta komið inn í stólpana vinnuskýrslur. Og við förum bara hérna inn í vinnuskýrslur. Er það gafla eða hvað? Nei, það er bara X. Það er X. Hérna munið þeir að það er, sko, mér finnst við erum alltaf í 4. Það er alltaf í 4. Af því að, ég held að sé búið að breyta þessu núna. Ég held að sé bara allt eins. Sko, stillingar duttu niður hjá okkur. Já. Í ykkur útgáfu, fyrir mistök. Já. Og þá þýðir bara þið veljið, það er velur almennt. Já. Sko, hérna myndur þú sjá alla starfsmenn. Já. Og þetta er það sem við vorum að skrá. Við vorum að skrá þrennt, við vorum að skrá hérna, nei þetta er eitthvað annar. Það fyrir ekki Bjarki þó hann inn. Hann er bara að skráða þetta í morgun. En það er engin, það er ekkert sko. En ef þú velur frá fyrsta 10. tímabilið? Þetta er rímlega á. Ingibergur og Otto var að skrifa í gær, eða Valur. Og
Ég var að skrá núna í appinu hérna elstu 2 línurnar og þá verkliður blankó. Já, þá... Af því við völdum það. Ég var að fara yfir stillingar á mínu notanda. Sko, þú velur stillingar fyrir fyrirtæki í heild sinni. En þegar að við gerðum þetta, þú hefur að gera akkurat þetta, við vorum fylgt í þessu, þá hefur sannlega ekki búið að vista stillingarnar að... Já, ég fór bara yfir, ég var ekki að breyta neinu, en áður, ég fór yfir stillingarnar hjá mér áður en að þú fórst yfir þér. Já, sko, það held ég líka komið í næstu útgáfu með þetta refresh, ef að valdi, eða þess að ég er að breyta stillingu hér, að það þröngvist inn í appið þitt. Sko, ég er lokkarinn á minn notanda og hjá mér stendur fela skráningu yfirvinnu já. Já, og þetta er kannski eitthvað ef ég refresha. Já, býtu, og þú þarft að velja hvaða fyrir neðan lína sem segir hvað á að skrá. Það er ég að tala bara yfirvinnu, já eða nei. Já. Þú opnaðir á það áðan? Já. Þannig að í þessar útgáfu þá er ekki stillingarna hjá mér að þröngvast inn hjá þér. Nei. Þannig að við skulum hafa það bara þetta fela held. Nei, við ætlum að fela... Nei, ekki fela hérna, fela verkþátt. En ástæðan fyrir að það kom tómt hjá þér hérna er að það stendur fela verkþátt já, en það er ekki búið að velja neitt að... Sjálfgjafinn, Nei. Svona. Og ístafbreytingar. En þetta er í ákveðnu galli í ákveðnu testarútgáfu að þú þurftir að reyna að logga þig út og inn til þess að refresha stillingarnar. Það er ekki nóg að loka appinu og opna aftur? Jú, það er það. En akkurat þú varst með opið að þá þröngvaðist það ekki inn. Sem að mun breytast. Já, og þess vegna kom línan tóm í verklið og það var ekkert sagt hvað á að skrá í verklið. Já. Og svo farið þið bara yfir þetta eins og áður. Sko hérna eru ekki verknúmerinn. Nei. Í þessu formi? Þessu viðmóti? Nei, það er bara, einmitt hvaða viðmóti vil ég nota sko. Þegar við vinnum skýrslur aftur. X, staðfesta. Og þeir eru með hvað 4. Já. Og starfsmannsskráningar. Já. Já, ég var vel starfsmann. Og það var Þorvaldur. Þá eru menn að skrá eftir verknúmerum. Já. Það er svona algengast að menn vista hjá sig bara yfir daginn, yfir vikuna, verknúmerið. Já. Svo sláður þessu bara inn og halda áfram. Já. Og náttúrulega alltaf með athugasemd. Já. Þarna kemur stórhátíð 1. Já, ég skráði það. Hann skráði það. Já. Þetta komið sér 2,1, 3,25 Já. og svo Akstur Ríkines. Já, byttu það hérna. Skráði ég ekki vinnu líka, efni líka þetta? Nei. Jú, þú varst með 1001. Já, hann setti ekki eitt magn. Jú, hann setti 2, það stendur þarna. Svona, já. Það var hérna magn. Svona og staðfesta. Já, alltaf. Velja þarf efni, það er eitthvað klikkað að velja vöru. Þessu ítt aftur á. Sendur hann þarna. Já, hann er bara í leitinni, hann er með leitargluggann á vinn og það þarf að íta á vörunum með aftur. Já, ég þarf að velja Svona. staðfesta. Og hérna. Ok. Já, hann má höra. Já, þú veist, í leitinni sett ég þarna, þú sást þetta, ég sá þetta ekki strax. Ég var búinn að segja 1001G Já. og hún kom með það að vera einu varan sem uppfyllti það. Já. Ég þarf að smetla á hana til að staðfesta það, ok, það er þessi vara sem ég er með. Alveg. Ég held að þegar þú skrifaði magnið að þá myndi það staðfestast það sem þú varst að velja. Ég veit. Já, hann valdi ekki, hitt ekki á eða eitthvað sem þess. En þarna kemur rörið, 2 metrar rörið inn sem vinna. Ég er sko verkþáttu vinna.
Já. Það bara að hann sjálfgefinn. Það kemur alltaf vinna. Skiptir þetta einhverju máli? Þetta fer á rétta lykilinn í sölukerfið. Já. Og bara, ef við spyrjum okkur, hvað verkþáttur að bjóða upp á í kerfinu? Að það verkþáttur, það, ef að þið að selja út einhverja vinnu. Já. En mjög athyglisvert, hlusta á þessu. Þið almennt að selja dagvinnutími hjá ykkur kostar bara 10.000 skall. En þegar þið farið í verkþáttir rafsuðuvinna eða þá kostar það bara 20.000 skall tíma. Alveg óháð því hvaða starfsmaður á bak. Þannig að verkþáttur getur haft ákveðið tímagjald sem overreitar tímagjald starfsmanns. Og það svona aðal tilgangur með verkþætti. En þetta algjörlega frjálst. Og verkliður, það hefur engan, það bara upplýsingagildi. Það getur við sagt bara að við bara finna allt sem heitir. Það ég hef ekki áhuga á að. En við erum til dæmis með rafvirkjavinna, tæknimaður og svo forritun. Það ekki inn í verkþætti? Erum við ekki að nota það þar? Nei, þetta bara rafmagnsinna. Hvar eru við, þegar maður tvíklikkar á tímafjöldan? Ef þú opnar, þá kemur upp textinn. Hvar verkþátturinn? Hérna, ef þú opnar þennan. Já, alveg rétt. Já, ég opnið aldrei eins og ég ekki sé hvað þarna inni. Það annarkvæmt bara að gleyma þessu þetta sé í kerfinu eða hendist þér í að skilja hvað þetta og þá þarf að skráða hver skipti. En þegar ég að fara yfir tíma eða verkstjórarnir, þá gætum við auðveldlega í staðinn fyrir að tvíklikka á og velja útsölutaxtann. Ef þú tvíklikkar á þetta hérna, 2,1, þá getur þú farið að velja, hérna default taxtarnir og svo eru allir taxtar hér. Þá getur þú sagt, ok, nei, þetta forritun eða eitthvað svoleiðis. Já, nákvæmlega. Í staðinn fyrir að vera að þessu, þá gætur þú ítt á bara verkþáttur og svo bara forritun og þá fór þessi dagur á annar gjald. Þannig við getum heilt. Þetta svona fljótlegri leið. Þetta miklu þægilegri leið. Þetta bara, ég ætla að skrifa þetta hjá mér að við þurfum að. Og ef við förum aftur núna í appið til þess bara eyðum einhver skráningu, bara að prófa það nú. Fer hérna í heim til að sjá yfirleitt yfir skráningar minna. Í dag hérna annar, og þá ég búinn að skrá þessar 3 skráningar. Hérna var ég að skrá tímana hérna, 2,1 til 3,1 tíma eitthvað laus. Og hérna var akstur og Grímsnesi, ég ætla bara, ég annarkvæmt bara að prófa að breyta henni hérna. Og þetta var einhverjum ástæðum 2 akstarar, staðfesta. Og svo fyrir við hérna, þá ættu við að koma hérna akstur 2. Þannig. Svo ef við förum á eyðumskráningunni. Þá þetta bara dottið út hérna. En starfsmaðurinn getur ekki, hann getur breytt á meðan það rautt og hann getur eytt líka. Bara alveg eins og hann færi inn í vinnuskýrslurnar í tölvunni. Það er bara sömu mögulegar. Já, það nákvæmlega. Eini munurinn að starfsmaðurinn sér tímana sem eru uppfærðir líka, sem hann sér ekki þegar hann hefur bara aðgang að vinnuskýrslum í tölvunni. Hann bara sér þetta bara sínu tíma. Sér hann aftur í tíman það sem eru uppfærðir. Hann sér grænu skráninguna. Sem hann hefur ekki í vinnuskýrslunum. Það alveg hægt að það hérna, það eitthvað skýrslur hérna. Þá þarf það að vera loggaður inn á X-inu sko. En ef starfsmaðurinn ekkert loggaður inn á X-inu þá hefur hann ekki aðgang að þessu. Nei, einmitt. Þarna áskrá. En það verra að hann sjái sína eigin skráningar síðast ári eða? Ég get ekki séð það. Nei. En það sko, það helst að menn að spurja
þú veist, þeir veit ekki hvenær þeir skráðu síðar, sko. Já, nákvæmlega. Hvar endaði ég, getur þú tjekkað. Það er svona algengasta. Og það er aldrei þannig að þeir séu eitthvað að pæla hvað þeir voru eitthvað daginn, sko, eða hvað þeir voru að gera eitthvað. Já, og það sjáðu þið náttúrulega bara hérna í sínu. Já. Og við náttúrulega ennþá erum, þeir myndu bara sjá sjálf á sig þetta. Já. En hérna geta þið bara að fara aftur í tímann. Já. Já. Mér líst það rosalega vel á þetta. Já. En þið eru ekkert að nota stimpilklukkuna? Yfirleitt er náttúrulega annarkvort í vinnuskýrslum eða... Sko við vorum að nota stimpilklukkuna en við hefum ekki notað hann í mörg ár. Nei, það er ágætt bara að vera á einu staðin ekki á báðum. En það er komið síðan eins og ég var að segja á hann. Við erum að lönsa þetta komið síðast áramótin og að vera í notkun og þróun. En svo erum við stimpilklukkuna að bætast við. Já. Og það er hérna... Og það er talsvert svona flóknari fyrirkomulag, sko. Það er alltaf að horfa á daginn, sko, hvenær þetta innstimplaður og sér hvenær skráður inn og hvenær skráður út og það er aðeins svona annan viðmót. Ég held að það væri mikið torg fyrir. Já, það er miklu þyngra fyrirkomulag. Þú verður að skrá þig þegar þú ert raunverulega að byrja, sko. Annars er alltaf einhver að leiðrétta eitthvað. Já. Þetta allan að henta alls ekki fyrir mig sem að er kannski sinna mörgum verkum í einu í símanum og tölvunni og á hlaupum. Já. Og svo tek ég mat eða ekki mat og hérna, það var sjálfgefið þarna hádegishlé sem var allt í einu farið að þannig að var hana... Þannig ættu við þá ekki bara að... En þetta hentar kannski, þú veist, í svona eitthvað massaverk, sko, það sem er bara starfsmaður alltaf á sama stað og sama verki. Já, nákvæmlega, þetta hentar á vinnustæði þar sem er bara grjótægi á einhverjum ástæðum. Og hérna, í iðnaðarumhverfi þá er það yfirleitt ekki, sko. En það þyrfti þá að vera stimpilklukka sem væri bara í húsinu. Það er einn möguleiki. Stimpilklukkan býður upp á það að bæði þessi ein skráningarstaður, bara eins og spjaldtölva í húsinu og þú verður að mæta þar og stimpla og velja nafnið þitt fyrst og stimpla þeim. Eða þá er einstaklingsviðmót sem er bara þá í símanum. Og þá myndu menn yfirleitt flestir sem er þetta, þá þarf það að vera staðsettur á ákveðnum stað til að geta skráð. Mjög sniðugt ef þú bara tengir þetta við geolocation. Geofence og það er bara farið kort, þú bara getur valið marga staði, sko. Það er bara sérstaklega fyrir iðnaðarmenn sem eru út allan bæ. Það er bara meira að vinna alltaf að bæta við nýjum stöðum í geofence. Þetta ætti helst við ef við værum með marga menn í 2 ár á sama staðnum. Já. Ertu með Þorvald þarna? Já. Ég kann þetta ekki sjálfur, sko. Við getum reynt að finna út af þessu hérna. En kollegi minn á Akureyri kannast upp á 10, sko. Já. Gallið með þetta hins vegar er það að stóra hugmyndin er þessi að starfsmenn eru búin að skrá ákveðna tíma sem eru seldir út. Og þá er það jafnframt þeirra sömu tímar sem þeir fá í laun. Og það er bara, ef þú ert með 2 í dagvinnu sem þú ert að selja, þá ferðu líka bara 2 í dagvinnu. Stimpilklukkan er miklu öflugri með þetta. Það sé að starfsmaður getur, að það er ákveðna reiknireglur fyrir starfsmanninn, það er ákveðna reiknireglur fyrir hvað þú selur á verkið. Til dæmis ef þú ert stimplaður inn milli 6 og 7. Er það dagvinna fyrir starfsmanninn, er það dagvinna eða yfirvinna fyrir verkkaupann. Og það getur alveg verið sikkort. En í vinnuskýrslum, eins langt og ég held að gera virki, að þá er þetta bara fast. Ef þú ert skráður í dagvinnu, þá borgar kúnni í dagvinnu. Ef þú ert skráður í yfirvinnu, þá borgar kúnni líka í yfirvinnu. Þá ætla ég að fara að uppfæra hérna. Sko það eru ákveðnar skráningar í þarna sem þarf að eiga sér stað. Og hérna er Já, jú, það er ég ætla bara að fara að uppfæra hérna Guðmundur. Já. 2.10. Oftast tek ég viku fyrir viku. Já. Þú veist, það er bara starfsmenn skil á föstudegi eða mánudagsmorgni og ég fer svo bara í og klára þessa viku. Já. Og uppfæri í verkbókhaldið. Já. En draumurinn væri að þetta myndi uppfærast í launakerfið. Já, einmitt. Og þegar þú spillar um uppfæra, þá farið að velja
þarna er ég búinn að velja dagsetningu og ég get valið hérna hvaða launatímabilið Já. Svo fer ég í uppfæra og þá segir hún uppfæra bæði verðbókhald og launakerfi. Já, en það síðan sko. Þannig að mér þetta voða gott ef að þetta myndi gerast. Já, virkar ekki uppfærslan í launakerfinu? Nei. Jú, sko. Eða þú veist, ég kann það allavega ekki. Já, það búið að merkja færslunni inn í verðbókhaldinu sem launafærsla. Svo þarf að fara í verðbókhaldið og segja senda þetta inn í laun. Þannig að þetta tekur fyrir inn í verðbókhaldi fyrst og þaðan inn í launakerfið. En ef að einhver... Og þetta er pínu óskilvægt, ég skildi hann ekki sjálf, þú ert að láta að segja mér þetta tvisvar. Já. Eins og ég skil Kristján, hann er sérfræðingurinn í Ísókar. Já. Og Akureyri. Já. Að þá, næsta skref var færum inn í verðbókhaldið. Og þar er eitthvað sem heitir uppfærslu launakerfi. Já. Þannig að þú þarft að vera búinn að segja að þessar skráningar eigi að fara launakerfið. Það fara inn í verðbókhaldið og þaðan situr þau og þú getur breytt náttúrulega. Þetta er hugmyndin það hvar breytur, ef eitthvað þarf að breyta, sennilega. En ef við stoppum það aðeins, ég er búinn að uppfæra alla starfsmenn bara fyrir þessa viku yfir í launakerfið og fer svo hingað og segir uppfæri í launakerfi. Já. En ef ég væri búinn að gera breytingar, eða Siggi, eða Bjarni, eða Óli, að það var samið að það væri bara rukkaði 2 tímar fyrir þetta, en það fóru 2,5. Starfsmaðurinn skrifaði 2,5 á þetta. Já. Og þá... Ég held að þá borgar nú 2,5 tíma í laun, sko. Já, sem ég ætlaði alltaf að gera. Já. Það var ekki hans sök, þó verkið tæki aðeins lengri tíma. Já. Það var ekki hans sök að ég hafi boðið þetta á okkur óraunhæfu verði. En ég myndi vilja læra á þetta sjálfur. Já. Svo var þetta þannig að, eins og ég segi, ef þú ætlar að fara að færa til launakerfið og það er eitthvað búinn að segja að þetta séu 2 tímar og ekki hægt að rukka þetta og eitthvað að eiga við einhverja tíma, að þá fari eitthvað bull yfir í launakerfið. Af því strákarnir eru bara að vinna frá 8 til hálf 5 og það eru bara 8 tímar og 4 tímar á föstudögum, það gera 36 tímar. En hvað ég rukka svo, eða hvað ég geri, það er ekki þeirra endilega í þeirra launareikningi. Og svo var þetta þannig að þetta var hægt í stimpilklukkunni á meðan ég var í stimpilklukkunni. Þegar það uppfærðist úr stimpilklukkunni að þá núlluðust allar forstilltar stillingar í launakerfinu í spjaldinu mínu í launakerfinu. Það er starfsmannasjóður fast á mánuði. Já, það er þetta þegar þú sem launþegi hefur settur upp sem mánaðar launþegi. Já. En þetta virkar mér mjög vel, en ég kann bara sjálfur ekki næra vel á launakerfið annað. En það er mjög mörg fyrirtæki sem að nota þetta og ekkert vesen. En það þarf að starfsmaður þarf að vera annarkvort þegar þú setur launþegann upp og það er annarkvort bara á föstum launum á mánuði og það er tímafjölda. Eða þá þetta er fjöldi tíma. Og það þarf að vera sett inn með réttum hætti þar. En þið allir í stimpilklukkuna eða með þetta? Nei. Þannig að þá heyri ég bara í Kristjáni samverðni og læri þetta sjálfur og svo segi ég þér frá þessu hvernig þetta er. En hann er að þetta má ekki samt, sko, þú eru að passa að tala það við hann að segja að ef þetta uppfærist í launakerfið að það sé ekki að núllstillast skráningarnar. Forskráðu skráningarnar. Já. Einmitt. Hvaða forskráðu skráningar? Má aðeins músina. Best væri náttúrulega uppfært á báða staði samtímis úr vinnuskýrslunum. Þannig að launin verða rétt hjá starfsmönnum.
En svo getum við farið eftir á í verkbókhaldi og hrært í tímafjöldanum ef Já. þarf. Já. Án þess að það hafi áhrif aftur í launakerfi. Til dæmis eins og hérna. Þá sko sjálfgefni liðir. Þú veist að þá verkfæragjald af dagvinnunni til kjarasamningsatriði, starfsmannasjóður, afdrifið fæði og sjoppa. Þetta er náttúrulega svona breytilegir hlutir en starfsmannasjóðurinn er alltaf svo sami. Já. Veist, og þegar hún uppfærði eða ég uppfærði í launakerfið úr stimpilklukkunni, þá núllaðist alltaf spjaldið mitt hérna. Já, og það held ég út af hvernig uppsetningin á launþeganum er. Já, ég get það er væntanlega gert í bara hans spjaldi, eða ekki? Þú kann ég bara ekki á launakerfið. Nei, ok. En ef ég fer í starfsmenn. Og það er ekki þarna. Starfsmaður er ekki endalega sama launþegi. Nei, hann, já, það er þeim megin, já. Já. Ég skal aðeins fara yfir þetta. En Halldór hafði áhyggjur af þessu að Já. Þetta alveg komið hressilega út fyrir mína þekkingu. Já, akkurat. Eina sem ég veit þannig sé að þeir sem eru notendur eru mjög ánægðir með það. Já. Og en það þannig að kunna á það. Já. Svo var En það er náttúrulega ekkert kerfi svo drauma kerfi með segjuleika á öllum stöðum, sko. en til dæmis það sem við vorum að tala um áðan, að velja verkþátt eða tvíklikka á og velja hvaða hluti af kjarasamningi á að nota þegar hann uppfærist úr vinnuskýrslunum. Já. Er hægt að festa eitthvað við skuldunautin? Nú erum við til dæmis, við erum að gera tilboð og þetta tilboð á að gilda til næstu 2 ára. Þá erum við að gera tilboð í tímavinnuverk hjá viðkomandi aðila. Já. Þá erum við ekkert endilega að nota sama tímagjaldið á þetta verk eins og það sem er í gangi. Já. Og þá þarf ég að stofna nýtt. Ég geri það ekki undir verkþætti, ég bara bý til Útsölutaxta. Já. Og það var þetta sem við vorum að tala um áðan að menn geta verið að vinna í þessu verki í dag eða hlutadegi og annað á morgun og það eru sitthvor útsölutaxtinn á verkið. Já. Er hægt að festa á skuldunautin að hann hafi bara þetta útsölugjald. Þannig að þegar einhverjar skráningar séu á verki að hennar skuldunaut að þá fái hann þetta tímagjald án þess að við séum að breyta því í stimpilklukkunni. Já, ég held alveg örugglega að það myndi gerast ekki allt það sem þetta er afslættarflokkur. Jafnvel að þetta sé ekki afsláttur. Já. Þetta er bara ákveðið gjald. Já. Þannig við byrjum þess á allir skuldunautar eru með eitthvað svæði sem heitir afsláttarflokkur. Já. Og þetta eru afsláttarflokkar sem eru til í kerfinu ykkar í dag. Og þeir heita eitthvað, nafnið er algjörlega frjálst, þannig að það lýsir ekkert endilega hvernig flokkurinn virkar. Okay. Það er auðvitað bara. Þegar það er búið að pinna eitthvað afsláttarflokk inn á skuldunaut og þau opni verk eftir að búið að setja afsláttarflokkinn á, þá fær verkið líka þennan afsláttarflokk. Okay, þetta er lykilatriði. Já. Afsláttarflokkurinn, ef við förum aftur í hann, hann getur, það er þetta skilgreina afsláttarflokk á mörgum mismunandi hátt.
Þannig að það getur verið ákveðin útsölutexti. Já. Og það getur verið annarkvort álag. Afsláttur ef ég segi 10% þá það 10% afsláttur. Ef ég segi -10 þá það 10% álag. Eða ég get sett föst upphæð. Þetta er svo leið sem ég held að sé mæti að þá skráist áverkið. Og hvar velur skuldunetinn í þessu tilfelli? Já, það á skuldunetaspjaldinu. Fyrst býið til afsláttarflokkinn. Akkurat, já. Skilgreina hann. Að afsláttarflokkurinn virkar svona. Það þessi útsölutexti á þessum gjaldi. Svo fer ég í skuldunetaspjaldið og segja að þessi viðskiptavinur fylgir þessum afsláttarflokki. Þegar það komið, að þá kemur þetta á ný verk sem ég stofna eftir þann dag. Þetta kemur ekki á gömul verk sem að þessi viðskiptavinur átti. En þegar ég fyrir mér í verkbókhaldinu, verkbókhald er það kannski ekki stróka hérna. Og opna bara eitthvað verk að handahói. Þegar ég vel stofnaverk upphafi, þá kemur hérna svæði sem heitir afsláttarflokkur. Það er fyrir neðan nafnið hérna? Fyrir neðan hérna, já. Þannig að þegar ég vel skulduninn, þá dettur afsláttarflokkurinn hann inn. Og ef þessi afsláttarflokkur segir með útsölutexta, að þá fylgir verkið því. Þetta er eitthvað reyndar sem ég myndi vilja prófa. Því ég setjast þegar við erum að ræða afslátt. En það er líka að setja fastgjald í staðinn fyrir einhverja prósentu afslátt og þetta á að virka alveg eins. Já, en þá virkar það Og sömuleiðis er þetta að setja eitthvað sem heitir sjálfgefinn verkþáttur. Það óverreitar svo sem ekki það sem þið eru búin að setja í appinu, að það á að fela verkþátt verklið. En það sem við vorum að tala aðeins áðan, býtum við. Hvar eru hérna? Víddir verka, það er þetta sem við það. Hvað? Sko, víddir verka. Já, víddir, já. Hérna eru allir verkþættirnir ykkar og hérna getið þið sett ákveðin útsölutexta. Þannig að ef það er skráð þessi verkþáttur, þá gildir þessi útsölutexti. Núna er þetta allt tómt, það ræður útsölutextin sem skráður á starfsmann. Já. Og það er nú aftur í stimpilklukkunni að þá er þetta miklu öflugra. Ok. Það segja að þá En í þessum tilfelli snýst þetta bara að gera þetta bara strax þegar verkið er stofnað og það er bara að klára allt þetta. Já. Og ef þetta er gert rétt í upphafi að þá Já, hér er eitthvað sem heitir sérstaklega í stimpilklukkunni er eitthvað sem heitir uppfærslureglur og þar getur valið að verkþátturinn akstur, hvernig er lágmarkstími hans, álagsstuðull, minnsta eining, á að hækka þetta upp og hækka niður, á að vera yfirskriftar útsölutexti. Þetta er alltaf Já, þetta er stimpilklukkunni, þetta er ekki vinnuskýrslan. Það er ekki svona, eins og þetta að þú skráir 0,10 dagvinnutíma. Þá rukkar bara konar 0,10 dagvinnutíma. Í stimpilklukkunni þá er það, skilur sagt, ég rukka aldrei minni en korter. Ég er ekkert að rukka 5 mínútur, þá bara rukka ég korter. Og svo kannski hoppar á kortersfresti, Þannig annarkvort er þetta
0,25 eða 0,50, 0,75. Þannig að það er miklu meira útreikningur sem í stimpilklukkunni. Í vinnuskýrslunni er engin útreikningur, þú bara skráir tímafjöldan og það er bara það sem er rukkað. Þá þarf það bara ekki að segja starfsmönnum þetta, við rukkum aldrei 5 mínútur, við rukkum alltaf lágmarkið korter. Þannig að skráið þið bara annaðhvort 0,25 eða 0,5 eða. Sko það er eitt sem ég langaði að renna yfir með ykkur, það er þessi listi hérna fyrir neðan. Ég langaði að fara yfir helstu breytingarnar í verkbókbandinu. Já, þetta kemur næstu útgáfu hérna. Það er eitt sem við erum að breyta í næstu útgáfu stólpa, eða sem kemur þá annaðhvort núna, þetta verður í 2026 útgáfunni, vonandi. Þannig þá, þegar þú lokar verki og ákveður svona enduropna verkið, þá við enduropnum á gömlu lokaðu verkið, þá það fengið nýtt verknúmer. Og það finnst okkur slæmt. Við viljum að, ef þú enduropnar gamalt verk, þá fær það bara það verknúmer sem það var með í upphafi. Þetta skiptir máli svolítið upp á gæðakerfi. Að verknúmer séu föst, en ekki breytileg. Það sem þegar er komið í verkbók er bætt í nafn sem á þetta staðið hraðskráningar verkfærslu, þetta er minniháttar verkfærsla lagfæringa, Excel-útprentun notaði ekki réttan haus í verklýsingu. Excel-útprentun notaði ekki réttan haus í verklýsingu. Síu bætt upp bara verkfæri við liður. Það er eitt sem það hérna. Yfirleitt verk í verkfæri. Yfirlit verk í verkbókhaldi fletti. Já, þetta er bara minnadal bögglaust, sko. Ég var með 11.30 sem er fyrir Sko, við erum alltaf svo slakir átt að kynna fyrir notendum breytingar. Já. Og eigið átt alveg svakalega tíma hér innan hús að gera eitthvað. Já. Og svo veit enginn að þið kannski. Já. Þannig að við erum að fara að lista þetta upp með skipulega hætti. Þannig að þetta er svona helstu breytingarnar hjá okkur síðustu mánuðina. Já. Eitt sem ég tók eftir, sem skiptir engu máli en bara forvitni. Ég sé að það er gat í verknúmerunum hjá okkur. Ef við opnum bara verkbókhaldið, þá vantar eitt og eitt verknúmer inn í raunina, bara í glænýjum verkum. Og það er ekki þannig að það sé búið að stofna verk og loka því strax. Og ítir á öll opin verk þarna. Og þá til dæmis vantar inn í 7003. Þá hefur því verkið bara verið lokað. Þetta er bara glænýtt. Og ég var að stofna eitthvað daginn, þá sá ég. En ef þú ferð í lokuverk. Sko, það er sérkvort númerið. Það er það sem ég var að tala sko, kemur í 2006. Sko, þetta er sérkvort gagnumtöflunum. Já. Og með þetta er í opin verk, þá hefur það bara næsta teljara og opin verk. En það sem ég held að sé að gerast, er að ef það er búið til nýtt verk, þá frátækja númerið, en svo hættur við eða vistar ekki eða eitthvað. Það er eins og hann frátækja númerið og það hverfi. Ég held að þetta skipti engu máli, en ég bara tók eftir þessum daginn. Ég veit ekki eftir þessu. Það getur vel verið, sko. Ég er á fundi hérna. Hringja allir símar. Bara blikksmíði eða eitthvað. En
En það minnst kosti, það kemur semst, þegar við lokum verkið þá fer það í semst þetta aðra gagnatöflu sem heitir lokaverk. Þar fær það nýtt númer sem nýr teljari þar, annar teljari. Og þegar verkið enduropnað, að þá mun það í framtíðinni fá, eins og þetta í dag og hefur verið, þá fengi það bara næsta lausanúmer sem væri það bara náttúrulega 77011. Þannig við erum ekki að loka verk, svona nýjum verkum, yfirleitt erum við ekki að loka. Nei, það getur vel verið sem að þetta, eins og þú ert að lýsa því, sé alveg hárrétt. Og þetta er ekki heilagt númer eins og reikningsnúmerið, þá verður þetta að vera númerasería. En verknúmeraserían, hún er ekki heilög. Það skiptir engu máli, ríkisskattstjóri og öðrum er alveg saman þó að sé gat í verknúmerum. Sko. Þannig að þetta er svona automatísku teljari inn í stólpanum. Hann væntanlega bara leiðum þetta þú opnar ítar á nýtt verk. Þá er bara að taka hana 7011. Ég þarf að fara að koma mér. Já, ég líka. Það var misskilningur út af tímamismun. Hann er búinn að bíða í klukkutíma eftir mér. Hann bað mig að mæta 11:30 sem var fyrir klukkutíma á hans tíma. Já. Hann var að ringja og spurði hvort það væri langt í mig. Ég sagði, ég mæti 11:30 svo til leiðum. Sko, raunum ný færsla, hún er ekki búin að taka hérna frá, sko. Nei. Svo leiðu þú skrifar eitthvað og ítir á tab, þá, já. Eða bara leiðu skrifar. Já, þá tekur hann frá þetta. Já. Svo hættur við. Já. Og stofna svo nýtt verk. En mitt, hún stofnaði ekki, sko, þegar við kláraði það ekki. Hvað kemur þá núna? Hún kemur 12. Já, einmitt. Þetta er það sem er að gerast. Já. Hún tekur það frá og svo er það bara horfið. Já. Þetta skiptir náttúrulega sjálfsög ekki máli fyrir okkur. Nei. Get ég í tölvunni minni á verkstæðinu, þá get ég ekkert átt við neina stillingar. Ég get ekki stækka letrið í fjartengingunni. Nei. Sko, þetta er tilbúið Microsoft laust frá sem að við ráðum með ekki yfir. En hún er þannig að þegar ég smetla á ikonið, þá spyr skíatölvan hvaða skjár er tölvan þín tengd, hvaða prentar er tengd við þína tölvu og hún tekur þá skjáupplausn sem þú ert með hér yfir inn í hýsinguna. Þannig að það er til að svara þessu, leturstærð og annað er tengt skjáupplausn. Þannig að þú ert með skjáupplausninni, hvað eru margir punktar á skjánum. Og maður sér það einmitt þegar maður er að færa á milli miðstóra skjáa þá skapast það vitlaust. Maður er að opna það. Og það sem að veldur sko stundum sko, eins og þið þekkið að þegar ég er hérna þá get ég, þegar ég exa hér, þá skildi ég skíatölun eftir í gangi. Með þá skjáupplausn sem er á þessari tölvu hér. Svo fer ég bara allt aðra tölvu, sem er allt annað skjá og allt aðra skjáupplausn. Og opna þar, og er hann að opna þetta með þá upplausn sem var á hinu skjánum. Þannig að það er munurinn á að exa hér, annars skilur tölun eftir í gangi. Meðan sko, það er yfirleitt extaðar hérna hjá okkur, það er ekki hérna hjá mér, en það er eitthvað sem heitir loka skíaþjónustu. Þá eru að slökkva skíatölunni. Og þegar það fara í nýja tölvu, þá myndi skjáupplausnin þar stýra. Þannig að þetta er eldu vandamálum, það er ágætt að vita þessu, ef þeir eru að fara milli 2-3 tölvu og það er alltaf mismunandi skjáupplausn. Og skjáupplausnin á tölvu 1 er bara passar alls ekki á tölvu nr. 2 eða 3. Þá er það bara að lokka sig út og inn sko alveg. Ekki exa sig út hér. Þá skilur maður skíatölunni eftir í gangi með þá upplausn sem var á tölvu 1. Það hentar alls ekki á tölvu 2. En það er rauðin hnappur sem heitir að lokka sig út úr skíaþjónustu og það er líka þetta hérna. Það er sama aðgerð og það er hérna sign out. Og þá bara erum við þannig að keyra ykkar skíatölur niður. Og sama með prentara vesen og annað sem er eiginlegt vesen í þessu
umhverfi. En það sem þá opið mál þá að ég ætla að heyra aðeins í Kristjáni Samvetni og ég ætla bara að fá hann til að tengist ykkur ekki tímjú eða eitthvað þess þar og kenna ykkur á hvernig launin eða vinnuskýrslur fari líka inn í laun og hvernig launþeginn þarf þá að vera uppsettur. Það var ekki ekki að. Já. Og hvaða kostur og gallar eru í því? Kristján? Ég alveg vissi að þetta er náttúrulega ekki gallalaust kerfi. Nei. Annars ég þekki það. Þetta er svolítið handavinna að ég fari yfir alla vinnuskýrslur, setji alla upp í Excel-skjal sem að ég prenta síðan út og læt